Sú þjóðsaga lífseig á Íslandi að skáldið Einar Benediktsson hafi ætlað að selja norðurljósin og fannst flestum það bara vera gott grín á sínum tíma. En í dag eru norðurljósin orðin helsta ástæða þess að stór hópur ferðamanna sæki landið okkar heim. Norðurljósin sjást best þar sem sjónmengunin lítil eða engin, eins og til dæmis víða í Skagafirði. Fyrir utan norðurljósin þá heita vatnið ein af dýrmætustu auðlindum sem Íslendingar eiga og ungir frumkvöðlar sem eru bændur í Deildardal í Skagafirði ákváðu að sameina þetta tvennt og bjóða nú fólki að fljóta í heitri sundlauginni á Hofsósi og ekki spillir fyrir þegar norðurljósin dansa á himinhvolfinu á haust- eða vetrarkvöldi á meðan. Þetta hefur bara gengið í vonum framar, sko. Nafnið Infinity Blue, hvernig kom það til? Ég var bara að googla bara alveg á fullu hvað fólk var að segja sundlaugina á Hofsósi og flest komment voru sem sagt frá erlendum ferðamönnum og var sem sagt innihélt Infinity orðið og pool, en mér fannst pool ekki nóg skemmtilegt svona orð. Þannig ég breytti bara blue og bláa sem sagt bara sundlaugin í blá, eða vatnið, himinninn, sjórinn, íslenski fáninn og merki sveitafélagsins Skagafjarðar. Þið eru að koma að fljóta, þetta í fyrsta sinn? Nei, ég hef komið áður, tvisvar áður. Hvernig þetta? Þetta mjög góð tilfinning. Maður slakar vel á, virkilega vel á. Ég náði að sofna í annað skipti, þannig að þetta búið að vera alveg frábært. Hefur þú komið áður? Nei, það hef ég ekki gert. Og hvaða væntingar hefurðu til þess að fljóta í Hofsóslauginni? Það nú yndislegt, ég hef komið hingað áður, það alveg yndislegt að vera hér. Þannig ég bara vonast til að maður nái að bara slaka vel á og svona vera endur nærður eftir kvöldið, sko. Flothetturnar og fótaflótinn koma frá öðrum íslenskum frumkvöðli, Unni Valdísi Kristjánsdóttur. Viðbrögð gesta hafa verið framar öllum vonum, enda þegar líkaminn flýtur verður hann þyngdarlaus sem minnkar álagið á miðtaugakerfið, vöðvana og mænuna. Við það losnar úr læðingi orka sem eykur virkni heilans leið og endurnýjun frumna líkamans verður hraðari. 1 klukkustund á floti jafngildi þannig það bil 4 klukkustunda svefni. Hægt að sofna í sundi? Ég allavega nývöknuð. Þú naust þess alveg í botn að fljóta. Þetta var dásamlegt. Urðu áhyggjur morgundagsins eftir í lauginni? Já, alveg örugglega. Ég held að hafi sokkið eitthvað niður á botn bara. Það líka hægt að fá nudd í tæplega 40 stiga heitum pottinum sem eykur enn á slökunina. Bara tíminn líður ekkert smá hratt, maður áttar sig ekki á því, maður einhvern veginn bara fer alveg út, bara hættur að hugsa og þetta alveg yndislegt. Og svo það toppurinn þá að koma svo bara í nudd í heitum pott? Algjörlega, algjörlega. Hvernig dattir í huga að fara að nudda í heita pottinu? Og ég ákvað að pröfa og gera eitthvað nýtt öðruvísi. Og þetta einhvern veginn bara önnur upplifun, bæði fyrir mig og nuddþegann. Það bara yndislegt að fá að vera hérna í heitum potti. Eftir hverju fólk að sækjast sem kemur til þess að fljóta? Bara slökun held ég, aðalega. Og bara láta líða úr sér held ég. Í þessu hraða þjóðfélagi sem við búum í. Fólk alveg að fljóta svona 30 til 60 mínútur, myndi ég segja. Og fólk alveg að gleyma sér? Já. Fólk alveg að sofna og hvað gerir í því? Ég hef einu sinni þurft að fara með háfinn og poti hérna. Þannig að hún kross bara á, vissi ekki hvað hann var held ég þegar vaknaði. Þú varst að fljóta í fyrsta sinn, hvernig upplifun var þetta? Þetta var alveg geggjað. Mér var sérstaklega gott að finna í heita pottinu og fljóta þar. Það var alveg æðislegt.
En gengur öllum jafn vel að slaka á í vatni? Já, ég held það. Allan á slökunin sem sjálf en karlmönnum gengur verr að fljóta heldur en konum sko. Og einhverjar vísindalega rannsóknir á bak við það? Það bara kannski meiri vöðvar og þyngri beinabygging og þannig að svona fæturnir svona til að sökkva. En þá get ég látið að fá auka fótaflot eða svona núðlu, fröðnúðlu undir hníin eða mjaðmirnar. Þetta nú eiginlega bara eins og fara í annan heim eða eitthvað. Þú veist, þú flýtur bara í þyngdarleysi og já, hvort sem að þú fáir smá vind á þig eða ekki. Þú veist, þetta bara eitthvað svo ótrúlegt. Það eiginlega bara hægt að segja það.